Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Við erum í oddvitasætinu og þangað sestur Arnar Páll Guðmundsson, nýr oddviti Viðreisnar í Reykjanesbæ. Nýtt framboð í sveitarfélaginu, en svona rétt áður en ég fer að dundra á þau spurningum, hver er Arnar Páll? Arnar Páll er 39 ára Reykjanesbæingur, skulum við segja. Heimamaður, búinn að vera hér alla mína tíð og hjarta mitt náttúrulega slær með Reykjanesbæ og mannlífinu hér. Og þannig er bara búið að sjá bæinn sem þróast í þennan tíma og þá langar manni svolítið að stíga inn á völlinn núna og taka þátt. Þannig. Hvað kemur til að þú ákveður að skella þér í bæjarpólitík og hvernig stendur því að þú enda sem oddviti Viðreisnar? Sko, við náttúrulega erum búin að vera hérna með félag starfandi frá 2018. Ég er náttúrulega búin að vera þar bæði formaður Viðreisnar Reykjanesbæ, formaður kjördæmisráðs flokksins. Svo bara þegar við förum á stað núna síðasta vor við að breyta félaginu í Viðreisn á Suðurnesjum, þá koma bara ýmsar áskoranir úr ýmsum áttum sem ég náttúrulega ákveð að skoða og tala við mitt bakland og ákveð í framhaldinu að stíga fram og tek það þannig þetta ábyrgðar hlutverk. Maður er búin að vera í flokknum frá 2016 og ég stundu grínast með það. Ég er búin að vera 25% ævi minni í Viðreisn og þannig verður það þannig. Ég er bara mjög ánægður og stoltur af því að fá að leiða þennan góða lista sem við erum með. Við erum með framboðslista af nýju fólki og allir geta hoppað inn hvenær sem er. Það er svolítið það sem eykur líka hjá okkur. Hvernig gekk að fá fólk til starfa og til að taka sæti á listana? Þið þurfum hvað verið ekki með 22 eins og, já. Það gekk mjög vel, samkvæmt skilabóðum frá uppstillingarnefndinni þá vildu fleiri taka þátt en komast fyrir á lista. Þannig að við finnum líka fyrir þessu mikla meðbyr sem við erum með. Við erum með svona ferska vinda, við erum með fólk sem eru ekki tekið þátt í pólitík áður. Við erum með mikla dreifni á okkar lista. Ég held að aldursdreifingin sé, eða meðalaldurinn á listanum sé svona cirka 35-40. Þannig að þetta er nýtt fólk sem vill láta til sig taka í samfélaginu. Og það er rosalega gott að vita af því að við viljum fá nýja sýn, við viljum aðeins, það er margt búið að gera vel í Reykjanesbæ, en það stundur þarf að endurskoða hlutina og aðeins koma með nýja sýn og ferska vinda. Nú hefur bein leið verið í meirihluta Reykjanesbæjar undanfarin 3 kjörtímabil. Eru þið beint framhald eða rann bein leið inn í eða hvernig gerist þetta? Nei, bein leið rann ekki inn í framboð okkar. Það var hugmynd árið 2022 að skoða einhvers konar sameiginlegt framboð á þeim tímapunkti. Þá náttúrulega var Guðbrandur Einarsson fyrir móttötu beinna leiðar þingmaður Viðreisnar. Það gekk ekki upp á þeim tímapunkti. Þannig að við ákvæðum bara núna Viðreisn í ríkisstjórn, Viðreisn búin að vera öflugur talsmaður fyrir frjálslyndi í samfélaginu, að þá var komið tíma á það að reyna bara að fara sér fram og þannig urðum málalyktir, en eins og ég hef alltaf talað það er allir velkomnir í Viðreisn og þar við situr, við erum opinn flokkur og þannig að það er allir velkomnir til okkar. Þið eru með samt eitthvað fólki úr beinni leið eða ekki? Við erum með einn aðila á lista, Hauk Hilmarsson, hann er eiginmaður Helgu Maríu, oddvita beinna leiðar, og hann er eini einstaklingur sem er að koma þarna yfir allan í framboð. Já. En þú hefur verið búið í bæjarfélaginu alla tíð eins og segir, hvernig ertu að þér í málefnum bæjarins og hvernig hefur verið duglegur að fylgjast með? Já, ég hef alltaf haft áhuga á samfélaginu og ég er svona eins og sumir segja, Arnar, ég nenni ekki að rökræða við því. Við förum alltaf út í eitthvað skemmtilegt, þannig að maður fylgist vel með og er svona
opið fyrir hugmyndum en að sko sjálfsögðu kemur reynslan með því að taka þátt. Það það sem við erum að gera núna, við vitum ekkert endilega allt saman en það kemur með reynslunni. Hverjar eru helstu áherslur Viðreisnar fyrir þessar sveitarstjórnarkosningar hérna í Reykjanesbæ? Við viljum taka betur utan viðkvæmasta hópin okkar og við viljum einblína á velferð bæjarbúa. Inn í þessu mengi erum við að tala skólamálin, við erum að tala skipulagsmálin og við þurfum líka að skapa fleiri tækifæri inn á svæðið okkar. Þá erum við að tala atvinnumálin. Þannig þessi 3 hornsteinar, það menntamálin, skipulagið og atvinnumálin sem við þurfum að skoða. Já, ef við kannski kíkjum á eitthvað þess að 3 þætti sem við tala eins og bara hvernig ef að velferðarmálin eitthvað svona nærri, hvað sér eitthvað breytingu í þeim? Ertu ósáttur við eitthvað sem hvernig staðið að málum í dag eða hvaða áherslur eru þið með þar? Ef við tökum bara til dæmis leikskólana hér í Reykjanesbæ, við erum að glíma við undirmönnun út af vexti Reykjanesbæjar síðustu árin. Við erum búin að stækka 64% frá árinu 2014, þannig að það eru vaxtarverkir. Okkur langar að taka betur utan þetta málefni. Að sjálfsögðu leysist það ekki á einu degi. Þetta verkefni sem öll næsta bæjarstjórn þarf að fara saman í. Það hefur verið náttúrulega mönnunarvandi og það sem við þurfum að skoða. Reykjanesbær með áætlun varðandi hvernig ná að bregðast við þegar mönnunarvandi farin að sliga. Við viljum efla þá áætlun, fá alla að borðuna því að þetta samfélagsmálefni okkar allra. Þetta eru okkar viðkvæmustu hópur sem eru börnin okkar sem eru þarna inni. Svo náttúrulega líka búið að byggja mikið upp á leikskólum. Þannig að við eigum að vera líka með aðstöðuna, við eigum að geta fengið öfluga leikskólakennara til okkar. Þannig að aðstæðan til fyrirmyndar og svo erum við með náttúrulega á skipulagi samkvæmt núverandi bæjarstjórnar. Það náttúrulega verið að skoða byggjum nýjum leikskóla, byggja annað grunnskóla, næstu grunnskóla verða líklegast annað til Hlíðahverfið upp á Ásbrú. Þannig að við þurfum að vinna þetta svolítið saman og þetta verður spennandi að takast á við þetta. Varðandi leikskólana, hafið þið haft eitthvað með áherslu þar á hvenær börn geta byrjað inn á leikskóla? Já, við erum búin að vera í samtali við sviðsstjóra Reykjanesbæjar og vildum bara svolítið fá upplýsingar frá þeim hvernig staðan áður en við myndum fara að mynda okkar skoðun. Eins og staðan núna, þá komast 18 mánaða börn inn á leikskóla í haust. Það kannski auðvitað viljum við að leikskólapláss taki beint við af fæðingarorlofskerfinu. Sem var þá 12 mánaða. Sem var þá 12 mánaða. En eins og staðan núna, þá það því miður ekki raunhæft. Þannig við þurfum bara að horfa svolítið bara grúndeg á þetta. Og við erum líka flokkur sem viljum ekki lofa ykkur. Við náttúrulega auðvitað þetta á stefnuskránni okkar að gera þetta. En við viljum ekki setja þetta bara fram í kosmósið að þetta það sem Viðreisn hefur lofað, það ekki ábyrgt. Af því að staðan bara einfaldlega núna að hóparnir sem komu inn í kjölfara á COVID, þeir eru stórir, það eru færri börn í hópinu sem að koma núna, svo vitum við ekkert hvað framtíðin fyrir skautið sér. Þannig að við þurfum bara að vera með öll uppbyggingar áformin til staðar, halda áfram. Auðvitað okkar markmið að öll börn komist inn á leikskóla 12 mánaða, en til þess að setja það fram, þá þurfum við að vera með áætlunina hvernig við ætlum að gera það. Það svolítið þannig. Já. Hvað með skólamálin? Þau eru náttúrulega búin að vera ansi stór. Það er búin að endurbyggja gamla skóla, kosta 10-12 milljarða verkefnið og svo þarf að fara að huga að næstu skólum. Nýbúið að byggja stórglæsilegan Stapaskóla í Njarðvík. Þar eru mjög stórir árgangar. Hvernig sér þessi mál í skólunum? Eitt af okkar stefnumálum líka að skoða hvort að við gætum fækka nemendum í bekk. Af því að álag á hvern kennara náttúrulega rosalega mikið. Ef við skoðum til dæmis Myllubakkaskóla, þegar hann verður tekinn í gagnið, þá bætast þar við 150 pláss. Sama með Holtaskóla, þar bætast við 80 pláss. Þannig að við viljum skoða hvort að við getum fækkað í bekkjum og þá, við skulum orða bara þannig, takmarka álag á kennaran okkar, af því að við finnum það bara í samtali
að álæði orðið rosalega mikið. Talandi ekki þú komin kannski með bekk upp í 30 einstaklinga. Þegar ég var í skóla þá maður bara hvernig staðan var þá. Þannig að þegar við gerum þetta þá getum við mögulega fengið líka kennara til okkar, líta til okkar. Hérna aðstaðan, hérna frábæri skólar, nýjir skólar, færri bekk, þannig að starfsumhverfi verði betra. Og þá fjölga bekkjum bara. Fjölga bekkjum, já. Og það því meira starfsfólk, meiri kostnaður. Meiri kostnaður, þá þurfum við líka að skoða hvernig við getum tekið til þá aðeins í stjórnsýslunni og með þá einhverjum tilfæslum. Við erum ekki að búa niður, alls ekki, þegar við þurfum að byggja undir manniðun okkar. Ertu ánægð með þessa enduruppbyggingu, skulum við segja, endurbyggingu tveggja gamalla grunnskóla, Myllubakkaskóla og Holtaskóla, það farið mikið fé í þetta eins og ég sagði Ertu ánægð með hvernig þetta hefur gengið? Það sem við höfum verið að skoða líka varðandi þær áætlanir sem voru gerðar. Stapaskóli, hann fer umfram áætlun. Ja, forseti bæjarstjórnar neita því. Hún neita því, hún alltaf var að bera saman þá fermetraverð á höfuðborgarsvæðinu. Við getum vel ekki borið það endilega saman af því að ef þú ert búin að gera áætlun þessa tölu og svo endar hún í annari tölu þá frekar óábyrgt að fara að bera þessi saman önnur sveitarfélög. Þarna getum við sparað fjármuni en við þurfum bara að skoða eins og skoðum bara Myllubakkaskóla. Þarna náttúrulega verið að byggja upp gamla skóla að sjálfsögðu geta áætlanir farið fram og kostnaðaráætlun líka þegar þú ferð að skoða inn í gamla byggingar. En þegar þetta eru svona rosalega háar tölur þá þurfum við að skoða hvað þurfum við að gera hjá okkur. Þurfum við að efla eftirlitið, þurfum við að erum við að flýta okkur kannski bara á hratt, förum við á stað án þess að vera búin að skoða hlutina algjörlega niður í kjölinn. Þetta eitt af því sem við höfum verið að velta fyrir okkur og þarna viljum við byggja undir manniðun þarfan önnur tæki og tól og þess áttar. Þannig við þurfum að skoða þetta allt í stóra samhenginu. Það er svo erfitt að benda bara á eitthvað eitt, en þarna viljum við meina að við getum gert betur. Aðeins yfir í atvinnumálin, þau eru náttúrulega alltaf eitt af stóru málunum. Margt að gerast, en það hefur alltaf svona einhvern veginn verið sveitafélagi eða sérst við getum sagt að Suðurnesjum öll séu náttúrulega mjög háð einhvern veginn Flugstöð Leifs Eiríkssonar. En þannig að það kemur alltaf upp þetta orð varðandi atvinnumálin að það vanti meiri fjölbreytni. Hver er ykkar sýn þar? Við þurfum að fjölga eggjunum í körfunni. Við verðum að gera það. Hérna eru tækifærin. Við skulum bara átta okkur því að við erum með alþjóðaflugvöllin hérna í bakarunum hjá okkur. En það sem við þurfum að gera líka, við þurfum svolítið að skoða viðbragðsflýti stjórnsýslunar í samtölum okkar við atvinnureikendur að það er þessi viðbragðsflýti sem hefur ekki endilega verið nægilega góð. Að við skulum hugsa það þannig að ef einstaklingur með hugmynd, hann kemur með hugmyndina, sá tími sem hann býð eftir afgreiðslu varðandi leyfisveitingu, lóðaveitingu og þess áttar, það eru bara peningar. Þannig að þetta það sem við viljum skoða, hvort við getum aukið viðbragðsflýti þarna og mögulega haft á bara eina snertingu innan stjórnsýslunar. Af því að einfalda ferla, gera á skilvirkari, það eykur upplifun nýra fyrirtæki sem vilja koma hinga til okkar og byggja upp þetta frábæra samfélag sem við erum með. Hvernig finnst þér að sveitafélagi geti gert í samvinnu við þessi fyrirtæki sem að koma eins og Samherji að byggja gríðastórt landeldi á Reykjanesi, World Class að byggja risa hótel og annað við Fitjar í Njarðvík. Svona, hvernig finnst þér að sveitafélagi geti svona komið sterkt inn í samvinnu við svona aðila eða sveitafélagi kemur alltaf til með að koma einhvern veginn að þessum málum? Það þarf að skoða þetta annars vegar varðandi fasteignaskatta, við þurfum að skoða þetta varðandi lóðarleiguna og við náttúrulega viljum byggja bara upp þetta með þeim. Við viljum fá bara eða þeir eru með aðrar hugmyndir, nýjar hugmyndir, hvernig getum við aðstoða okkur betri og koma okkur fyrir. Þetta viljum við fá að heyra. Þannig eru störfin að koma, þannig eru fjölbreytt störf að koma og mér skilst að laxeldið út á Reykjanesi að það mun vaksa bara til framtíðar. Og þessu eigum við að fagna. Þetta skiptir máli, þarna er að koma heilsástörf. Við hefum stundum verið með svolítið að einblína á
varandi flugtengda þjónustu, þar eru hlutastörf, það mikið að gera frá apríl fram í október, svo kemur smá slaki. Þarna værum við að fá heilsársstörf sem bara munar miklu fyrir sveitafélagið og gleymi því ekki heldur að í stækkandi samfélagi aukast tekjur og þarna komum við inn á tekjuhlið Reykjanesbæjar líka, útgjaldahliðin og þess áttar. Þannig að við þurfum svolítið að skoða það saman með nýjum fyrirtækjum. Hvað með Helgavík? Heldur betur, það náttúrulega rosalega flott verkefni í gangi þar meðal K64 sem þá þróunarfélag Kategó. Þarna náttúrulega búið svolítið að undirbúa Helgavík fyrir framtíðina. Það verið að rífa niður kísilverði sem var byggt á sínum tíma. Þannig að þarna verða skemmtileg tækifæri til framtíðar. Við hlakka til að fylgjast með því hvernig það mun þróast. Nú náttúrulega var Reykjanesbær að kaupa lóðina eða sem sagt helminga lóðinni sem var undir kísilverðinu. Reykjanes Investment fyrirtæki hér í bæ á sem sagt hinn helmingin. Það verður gaman að fylgjast með framtíðar áformum þar að því að þegar við förum í meirihluta þá munum við vilja byggja undir enn frekari þróun á þessum reitum. Hvað með svona rekstur Reykjanesbæjar í heild? Hvernig þið sátt við það, svona hvernig hann hefur verið? Auðvitað má alltaf gera betur. En ef við skoðum bara rekstur Reykjanesbæjar þá náttúrulega það framkvæmdir sem hafa átt sér stað síðustu ár. Þá hefur, samkvæmt ásetningi, þá hefur Reykjanesbær ekki verið að taka lán fyrir þeim framkvæmdum. Þeir eru að byrja að taka lán núna. Það segir mér að tekjustreymið og þess áttar hjá bænum hefur verið nokkuð gott. En að sjálfsögðu þegar þú færð allar þessar framkvæmdir á sama tíma, að þá náttúrulega lítur það við öðrum að þá þarf að fara í lántökur eins og við gerum bara í okkar persónulega lífi. En við þurfum náttúrulega að auka tekjur sveitafélagsins við að fá ný störf inn í sveitafélagið og fá hærra útsvar. Hvað meina ég með því? Ég meina með því að við þurfum að fá þá hærri launu störf til sveitafélagsins. Við höfum alltaf verið að glíma við það hér á Suðurnesjum að við séum ekki að fá nægilega mikið útsvar. Þetta verkefni sem við þurfum að taka á okkur næstu kjörtímabil, ætla ég að segja, því að þetta verkefni sem alltaf í gangi. Að þarna leið og við fáum vellaunu störf til sveitafélagsins, aukast tekjur sveitafélagsins og jafnvel koma þá þessi nýju fyrirtæki inn í aðra stofna sveitafélagsins, íþróttir og tómstundir, varandi styrki og þess áttar. Það eitt af því sem við þurfum að skoða líka í sammenningu. Hvað með svona skipulagsmál eins og varðandi lóðir fyrir sérbýli og þessi umræða hvernig hægt að stýra stærð eigna, húsegna á svæðinu, íbúðum. Hvað þín skoðun á því? Sko við viljum láta markaðinn ráða för. Við þurfum að skoða, ef við bara horfum aðeins 4 ár fram í tíman, þá verið að fara í mikla uppbyggingu á Keflavíkurborgum, bara rétt fyrir aftan okkur. Þar verða að mér skilst 130 lóðir. Það eru lóðir lausar í Ásakverfi fyrir stærri einbýli, sérbýli, sem hafa ekki verið að fara. Sem ekki verið að fara. Nei. Þannig að við viljum líka láta, eins og ég nefndi á hann, láta markaðinn ráða för og við megum ekki heldur gleyma fyrstu kaupendum. Við þurfum að byggja meira undir þann hópa, því að þetta stór hópur sem að koma út á markaði og hvernig við svörum því kalli. Litlar meðalstórar íbúðir, skoða það frekar. Og svo eitt sem við viljum líka gera gangskör í, það að auka búsetuúrræði fyrir fatlaða einstaklinga. Við þurfum svolítið að fara inn á þann vettvang líka og byggja svolítið undir þann hóp. Við höfum verið að heyra það í samtölum við fólk hér í bæ að þetta hópun sem hefur ekki miklum úrræðum að velja. Við þurfum að taka betur utan hann með fjölbreyttum úrræðum og uppbyggingu á búsetuúrræðum fyrir þennan hóp. Nú hefur verið fordæmalaus íbúafjölgun eins og við höfum komið inn á í þessu spjall okkar. Það sem hefur reynt á alla innviði og svo bara margt annað í sveitafélaginu. Finnst þér einhvern veginn að þurfi að taka þennan þátt einhvern veginn alveg til hliðar og reyna að horfa á hann í svona heildarmynd, hvernig heldur þessi þróun áfram? Þetta er búið að vera gríðarleg áskorun fyrir síðustu bæjarstjórnir. Já. Við höfum verið staðarfráki fyrir ofan önnur sveitafélög hér í kringvarandi fólksfjölgun, en það segir mig það líka að hér vill fólk koma, hér finnur það kraftin í samfélaginu okkar, hér viljum við taka á móti því, en að sjálfsögðu þessi öra þróun hefur haft áhrif á innviðinu okkar.
eins og við nefndum áðan skólar, leikskólar, umferðarflæði og þess áttar. En við viljum taka á móti þeim einstaklingum sem vilja hingað koma og ég vil trúa því líka að þegar einstaklingarnir vilja leita hingað þá vilja fyrirtækin koma hingað líka með sín tækifæri og það skapar tækifæri til framtíðar en að sjálfsögðu erum við kannski að sjá fram á þróun 3-4% á ári sem kannski svona eðlilegt meðaltal við höfum náttúrulega verið að stækka á svipum hraða og hérna Árborg ef við skoðum það líka sem dæmi þeir eru að glíma við nákvæmlega sömu verkefni og við þannig að ég lít bara björtum augum á þetta til framtíðar af því að hér erum við með fólkið, hér erum við með tækifærin þegar þau koma þá kemur fólkið líka. Það svo mjög oft talað unga fólkið sem framtíðin, hvað með eldri borgara, hvað segir við eldri borgarana sem að koma til þín og segja, hvað ætlið þið að gera fyrir mig? Þetta til dæmis hópur líka sem lætur í sér heyra og við viljum svolítið taka utan hann efla félagslega þáttöku af því að það eru margir einstaklingar sem hætta að vinna og svo allt í býtu hvað við að fara að gera þannig að við þurfum að taka utan þennan hóp af því að ég skilst allan samkvæmt könnun sem ég las núna fyrir stuttu síðan að einmannaleiki þessa hóps er mjög mikil þannig að við þurfum að efla virknið þeirra og við þurfum að fara í eitthvað svona samstarf líka við Hrafnistu, fara inn á Nesvelli og svolítið að taka það saman af því að þarna félagsskapurinn, þarna fólkið að hittast þarna er 4. föstudagur hjá þeim þannig að við þurfum að taka betur utan þennan hóp, við þurfum visslega að gera það. Það hefur verið nýbúið að opna nýtt hjúkrunarheimili og annað í bígerð 90 heimila rými á Ásbrú. Þannig að þú hlýtur að rána með það? Mjög svo því að þessi hópur hann er að fjölga og við þurfum að vera tilbúin fögnum því að sjálfsögðu að fá heimilið á Ásbrú að því að þetta er inn í þessum kjarna sem er frábært og fögnum því innilega að fá þetta. Reykjanesbær hefur oft verið talað um hann sem íþróttabæ það íþróttastarfið mjög öflugt en forráðamenn hreyfingarinnar hafa sagt að framlög bæjarins hafi ekki verið talsveit lægri heldur en hjá sambærilegum sveitarfélögum. Hver er ykkar stefna þar? Við þurfum að byggja meira undir íþróttahreyfinguna, alveg klárlega við erum búin að vera í samtali við bæði forsvarsmenn Keflavíkur og Njarðvíkur en þeir eru náttúrulega virkilega ánægðir með það sem hefur verið gert þessum auknu fjárheimildum sem hafa verið núna á þessu kjörtímabili þeir hafa náð að ráða inn í stöðugildi en að sjálfsög þurfa að byggja undir íþróttahreyfinguna af því að þarna eru forvarnir barna okkar þarna er tengslamyndun við höfum verið að tala um það í Reykjanesbæ að hérna er náttúrulega hátt hlutfall af fólki af erlendum uppruna þarna geta verið fyrsta snertingin til þess að fá einstaklinga til að taka þátt í samfélaginu. Þannig að það þarf að byggja mjög mikið undir íþróttahreyfinguna og það þarf að gera því samráði við hana. Það eru íþróttamannvirki sem þarf að skoða og setja ákveðna framtíðarsýn, hvernig við gerum það og ákveða tímabili. Af því að þetta er aðkallandi verkefni hjá okkur og við viljum taka utan þetta í samstarf við íþróttahreyfinguna. Það hefur nú ég held að ef við horfum á þróunna í útlendingamálum þá náttúrulega alveg ljóst að það hefur ekki tekist nú vel að virkja þá útlendingar sem eru hingað komnir til þess að setjast þá að starfa það þarf örugglega að gera eitthvað í því að svona virkja þannig hóp meira að ungmenni þessara fjölskyldna takið meiri þátt í því sem í gangi í íþróttum og menningu. Við getum gert það líka með því að hækka frístundastyrkin. Hann hefur verið að hækka á kjörtímabilinu og við viljum halda þeirri hækkun áfram en að sjálfsögðu auðvitað náttúrulega er þessi hópur svolítið brothættur, hann er að koma hingað til okkar og við þurfum að byggja þriðji hver íbúi 30%, þetta er rosalega stórt og við náttúrulega viljum að einstaklingar sem vilja búa hérna hjá okkur finni sig í samfélaginu okkar og þetta er leiðin til þess af því að þarna er eins og ég nefndi áðan tengslamyndunin þarna er keppnisskapið tekur það þátt í því eins og við erum að gera núna þessa mundir með okkar íþróttafélögum þannig að þarna kemur stemningin sem gæti líka tekið utan þennan hóp betur en gert í dag.
útlendingamálin, hvað var það hælisleitindur, það náttúrulega búið að vera nokkuð áberandi á undanförnum árum í sveitarfélaginu og margir ekki mjög ánægðir með þá, hvernig staði var að þeim málum. Nei, en við skoðum líka bara tölunar í dag. Fyrir ákveðnum árum síðan þá voru 1200 einstaklingar, núna eru þeir komið niður í 300. Ef við tökum til dæmis Háleitiskóla sem dæmi, þar voru börn af erlendum uppruna, eða réttara sagt börn einstaklinga umsóknum alþjóðlega vernd 100 en eru núna 20. Þannig að vandinn eða verkefni skulum frekar segja, ekki vandinn, að verkefni hefur minnkað og það er í svona góðum skrefum en að sjálfsögðu reynir þetta á innviðin okkar og allt sem því fylgir og hefur reynt á stjórnsýsluna og öllum sem vinna á velferðarsviði ber að þakka fyrir hvernig þau hafa staðið að verki. Það var skila rosalega góðu búi og tekið vel utan þennan hóp og það skiptir líka máli varðandi ímynd sveitafélagsins. Það sé tekið vel utan þennan hóp. Hver er þín skoðun á svona sameiningu sveitafélaga? Nú var Reykjanesbær nýtt sameinað sveitafélag 1994 með sameiningu Keflavíkur, Njarðvíkur og Hafna. Hvað sérðu tækifæri eða möguleika að sveitafélaginu á Suðurnesjum sameinist frekar? Já, alveg klárlega. Þetta er framtíðin. Við hugsaum þannig sameinuð erum við miklu sterkari en ella. Þetta verður eitt atvinnusvæði, er eitt atvinnusvæði í dag. Þannig að klárlega til framtíðar til þess að gera Suðurnesin að enn sterkara samfélagi, þá eigum að gera það í gegnum sameiningu sveitafélaga. Við sjáum bara nýjasta dæmið Suðurnesjabær, þegar hann var sameinaður undir eitt þak, hvað hann hefur blómstrað. Þannig er mikil uppbygging í gangi, bæði varðandi íbúðarhúsnæði og annað. Þannig að við eigum klárlega að skoða þetta, af því að þetta er bara framtíðin. Við erum á þessum flotta stað og við eigum að hugsa sameiginleg gildi til framtíðar. Dalshverfi í Reykjanesbæ, Dalshverfi 3 er nánast komið inn í Voga. Já. Þannig að einhvern veginn væri hægt að sjá fyrir sér hagræðingu í rekstri en svo þannig að þið eruð á því að það... Já, klálega. Við þurfum að skoða það til langs tíma af því að nálæðin og samvinnan er það mikil líka. Við þurfum svolítið að skoða það til framtíðar. Hvað með svona núna er tæpur mánuður til kosninga þegar við erum að tala saman svona hvernig finnst þér svona stemmingi vera í sveitafélaginu þegar þið eru svona eitthvað, þið eru búin að vera eitthvað á ferðinni, þið eru búin að vera að hitta eitthvað fólk? Já, við opnum okkar kosningaskrifstofu á miðvikudagskvöldið og við finnum fyrir bara að þetta er að byrja núna heyrum að aðri flokkar eru svolítið að starta sér á stað og við finnum líka þegar fólk er að koma til okkar það er svona áhersamt eitthvað nýtt og það er að spyrja góðra spurninga samfélagið sitt og ég hef trú á því að núna næstu vikur þetta verða skemmtilega vikur þetta verða fjöruga vikur og við erum bara rosalega bjartsýn á framhaldið. Við erum með öflun hóp með okkur og hlökkum til þess að taka þátt í þessa skemmtilegu baráttu sem framöndan er. Hvað sérðu fyrir þér eitthvað drauma meirihluta í bæjarstjórn? Nei, við getum unnið með öllum. Við erum ekki að útiloka einn eða annan. Við segjum að styrkleikurinn felst í öruggri samvinnu og góðri samvinnu en við náttúrulega erum að koma inn með ferska vinda. Við erum ekki að fara inn í eitthvað meiri hluta eða þess áttar bara til þess að vera með, við erum að fara til þess að hafa áhrif, við erum með stefnu og við erum með markmið og persónur og leikendur og flokkar, það geta allir unnið saman. Þetta er bara stefnan, framtíðarsýnin, áherslurnar sem eiga að ráða för, ekki einhverjar flokkadrættir og þess áttar, það skiptir okkur ekki máli. Heldur að verði eitthvað eitt mál, kannski 2 sem að, við getum sagt að muni skipta mestu máli í aðdraganda kosninga? Já, það eru bara sínvarðandi velferðarmál, menntamál og atvinnumálin. Það er það sem skiptir máli. Okkar mati, við þurfum að byggja undir þeirra aðilar sem vilja koma með okkur í þá uppbyggingu.
þeim viljum þá viljum við tala við og þess áttar. Loka spurningin bæjarstjóra efni, það við hæfið að spyrja alla það. Já. Eru þið með bæjarstjóra efni? Nei, við teflum ekki fram neinu bæjarstjóra efni, við viljum ráða faglega ráðum bæjarstjóra. Það hefur reynst mjög vel síðustu 12 ár vera með Kjartan Má í brúnni, staðið sér einstaklega vel í þessum ólgu sjó sem við höfum gengið í gegnum. Þannig að við viljum ráða faglega ráðum bæjarstjóra. Hins vegar mun ég ekki skorast undan ábyrgð ef að til mín verður leitað. En í svona fyrstu áherslutar okkar, faglega ráðum bæjarstjóri, og ástæðan fyrir því eiginlega tvennt, annars vegar að hann bæjarstjóri allrar bæjarstjórnar, ekki einungis meirihluta, og að hann væri faglega ráðinn þannig að hann ekki tengdur einhverjum ákveðnum flokki. Þannig að sjálfsögðu hefur einstaklingurinn eða allir einstaklingar hafa ákveðna pólitíska sýn, við erum að tala faglega ráðinn bæjarstjóra. Takk fyrir og gangið vel. Takk fyrir það.